Herru, geggjað. Mikið, við ætlum bara að fara í gang með það. Alkast þvottahússins í boði betri daga, Andri Æsland og fargufan.is. Ég mun sérst lesa upp nokkur velvalin orð í lok þáttarins sem útlista þeirri þjónustu og þeim vörum sem þessir diggu bakhjarlar þvottahússins hafa upp á að bjóða. Sko, við erum auðvitað með frábæran gest í kvöld og það engin önnur en Alrún Ösp, a.k.a. Varginja, velkomin. Velkomin. Takk. Og ekki nóg með það heldur mikil höfðingi mættur. Það hann Davíð Karl, nýjum. Mikil heiður. The missing piece, the missing link of þvotthúsið. Hann sérst komin hérna í afleysingar í kvöld. Afleysingarstörf. Arnór var hérna... Það stytting vinnuvíkunar í Arnóri. Hann var alveg brjálaður, þannig að hann fekk að vera frí í dag. Já. En það sem sagt, við erum með hérna, það Varginja, sem sagt latex drottning, bindari, BDSM-ari og eflaust eitthvað meira. Hérna, hvað ertu meira? Hvað ég meira? Já. Þá ég bara svona kink samhengi. Já, eða hvað þetta? Þú kemur hérna klædd í latex samvisting sem eins og hafi verið spreyjaðar á þig. Já. Og svolítið eins og djöfla dýrkandi. Já. Ég alltaf rosalega ykt málið núna bara út af því ég að fara í partí. Þú ert að fara í partí. Taktu mækinn aðeins nær þér. Geggjað, takk. Þú ert með svipur og ólar. Ég meina, hvað að fara að gerast? Þú kannski bara byrja á því. Hvað að fara að gerast í kvöld? Ég semst að fara í BDSM-partí sem haldið einu sinni í mánuði og semst þetta partí, svona nokkurn veginn public og það haldið niður í bæ á Gauknum og þar kemur fólk saman, kinky fólk sem fyrir BDSM og bara að leika sér og socialisa og hafa bara gaman. En þetta svona commercial kvöld, þannig? Commercial kvöld? Já, þetta svona commercial BDSM í kvöld. Já. Hvað meinar? Já, ég meina, fólk þarna eitthvað að blóðga hvort annað og... Já, nei. Skilur nei, þetta mjög svona, fólk ekki að stunda kynlíf þarna eða... Er það bannað? Já. Í kvöld? Já, semst þetta partí með þannig reglur að fólk ekki að stunda kynlíf en nekt og ká og allt það allt leyft, en fólk ekki að stunda kynlíf. Þarna því að þetta svona public party. Er þetta ekki líka að hugsa fyrir nýgræðingar til að stíga sem fyrstu skref og annað? Jú, það þannig að fólk mætir þarna oft þegar svona koma inn í senuna eða að stíga sem fyrstu skref. Kynnast fólki, já. Sjá svona hvaða fílar. Já, ég heyrst þetta en þú hugsa þetta og þú ert kannski með einhverja pælingar eða kendir og annað, þá þetta góðu vettvangur til þess að koma og sjá og kynnast og spyrja. Já, fólk byrjar yfirleitt á því að fara á Möns sem svona... Það getur verið það sem ég að vitna í. Já. Mönsin frekar, já. Já, fólk byrjar yfirleitt á þeim, en fólk hefur líka alveg komið bara beint í partí, en fólk byrjar yfirleitt á að kíkja á Mönsin sem haldið 2 í mánuði á Lebowski-bar og það bara svona eins og kaffihúsahittingur, þar sem kinky fólk bara koma og spjalla og bara... og svona sósilasa og kynnast og svona. Hver ber ábyrgð á þessu að taka vel á móti fólki því þetta getur örugglega verið rosalega svona, ef ég sletti intimidating aðstæður að stiga inn í af því þetta svo öðrísi og jafnvel þó ég langi, skilur ég með gimpgrímuna mína og ég búin að vera að pæla í þessu æfa með en hef ekki þórað að koma út úr skápnum með þetta og á einhver vini og mér langar bara að mæta, skilur, er einhver svona breytið svona sem heldur utan að mynda og tekur vel á móti mér og tekur á móti mér með hlýju og svona, eins og svona leiðbeinandi eða svo leiðis. Þetta að vera með mentor? Á Mönsinu þá? Já. Já, það hafa verið fólk sem taka svona smá að sér að, hei, það nýtt andlit, bara hæ. Já, bara vera næskilu og allt það, og byrja að spjalla og svona, og já, það alveg nokkur, og þetta allt rosalega velkoming og vinalegt. Það allir bara, já, hei, eitthvað, en... Mikil kærleikur? Já, það það, Og virðing? Já. En þetta að vera með, getur maður farið inn heim og fengið sér eitthvað svona bara mentor? Já. Með svona eitthvað sérhæfingu? Þetta náttúrulega, þetta svo rosalega vítt
og breytt það eru allir svo alls konar sko. Já, einmitt. En þú veist, jú, það oft sem að fólk finnur einhvern eða kynnist einhverjum sem að kannski, þú veist, getur leiðbeint með eitthvað svona fyrstu skref eða eitthvað svo leiðis. En eins og þú ert að fara í kvöld, ert þú með eitthvað svona afmarkað BDSM eða ertu bara út um allt, skilju? Ég rosalega, þú veist, ég er með alveg svona main, þú veist, kink eða hluti sem ég geri eða ákveðna leiki, en ég er rosalega, þú veist, ég er alltaf að finna eitthvað nýtt eða upplifa eitthvað nýtt, þú veist, þetta er allt svona never ending discovery eitthvað, maður er alltaf uppgötu eitthvað og þú veist, já, það er alltaf einhvern veginn nýtt og þú veist, og það er mjög misjætt hvað ég geri í partíunum, sko. Hvað, ef ég má spyrja, hvað ert að fara að gera á eftir í partíunum til dæmis? Það sem ég pínu svona þreytt og eitthvað svona og veist, ég verð bara örugglega að spjalla og eitthvað en vinur minn kemur þarna líka og hann er líka í svona latexi og hann er sem sagt hann er oft í svona hundabúning veist, með svona hundalatexgrímu og veist, hann er með skott og eitthvað og ég er rosalega oft bara með hann í eftirdrægi sko. bara í ól já þú veist að ég fæ leiða hann þá setja hann í hundabúrið og svo bara býtu hérna veist, eitthvað Það hljómar áhugavert. En þetta er bara eins og einhver svona spuna leikrit. Þetta er rosalega mikið, þú veist, fólk er oft að fara í einhver svona ákveðin hlutverk. En eins og eitthvað svona improv, skilur. Já, og veist, þetta eru leikir, fólk er að leika leiki, þú veist, og þú veist, eru með fantasíur og eru að láta fantasíurna rætast eða gerast og, þú veist. En eins og fyrir hann vinnin sem er að koma, þú veist, hvað er það í þessu hundar hlutverki sem er að kveikja í honum? Er þetta kynferðislegt fyrir honum? Eða, ég meina, hvað er dræfið á bak við þetta? Já, þetta getur bæði verið kynferðislegt og ekki kynferðislegt. Bara eins og það sem við erum oft að gera í þessum partíum er ekkert kynferðislegt sko. Það er ég bara með hann í eftirdrægu og ég er að strjúka hann og ég er bara góð við hann, ég er að láta hann líða vel og þú veist, og hann er ekkert bara hann er eitthvað fullið reist bara hana nei, sem er örugglega mjög óþægilegt nei, honum finnst bara ógeðslega næs að vera bara eitthvað, þú veist, þarf ekki að tala nei. Og bara það er einhver að stjórna honum og veist, það er einhver að vera góð við hann og þú veist, þetta er svona þetta er svo alls konar. Er þetta feimið fólks þegar það er ekki í hlutverkum? Nei, ekki endilega sko. En er hann þá bara hann í hundabúinu og er hann svo bara að vinna í Arjón hvað daginn, skilju? Hvernig... Já, líka við. Já, ok, skilju? Já. Áhugavert. Það er geggjað. En já, þetta er ekkert svo, já, ok. Það er alls konar fólk þarna, fjölskyldufólk, alls konar, allur aldur, þú veist, yngra fólk, eldra fólk, alls konar týpur af fólki. Þú veist, það er rosalega mikið flóra. Og það er ekkert þykir ekkert tabú ef að það eru, þú veist, kannski mikill aldursmunur þessan á fólki sem er að leika sér saman, svo lengi sem það er bara opið samtal og öll mörg. Það reyndar er ekki eitthvað mikið það að sé fólk að leika í þessum partíum eitthvað sem er með einhvern áberandi aldursmun, sko. Nei. Þú veist, það er yfirleitt, þú veist, já, fólk sem er á sama aldri er yfirleitt eða svipum aldri, þú veist, er yfirleitt að leika saman, sko. Ég hef ekki séð. En hvernig er þið tekið að kemi hérna bara einhver gamall kall bara hérna í einhverjum svona leatherhouse bara hérna og vildi bara eitthvað að fá að vera með og, veist, og svipa bara einhverjar unga konur. Ég meina, er það bara eitthvað, veist, er það bara, má það bara? Sko, ef að þau eru ertu að meina, þú veist, þá náttúrulega yngra fólki er yfir lögaldri, sko. Já, eðlilega, já. Og ég tek mið að því, sko. Veist, ef að þau eru með sitt samþykki að þekkjast eða eitthvað, þú veist, þá við getum ekkert skipt okkur að því þannig, skilur, eða þú veist, þeir sem að stýra þessum partíum, sko. En, þú veist, fólk, einhverjir myndu vera örugglega, þú veist, svona gefa þeim svona eitthvað smá side-eye. Já, bara svona pæla, er þetta í lagi? Já, þú veist. En svona þetta samþykktar ferli, ég meina, núna hef ég
þekki mann sem mikið í svingin og svona og þetta bara eitthvað svona ákveðið tungumál sem talað, Já, sem fólk lærir. já. Ég meina, hvernig með þetta svona, þetta ferli, hvað varðar einmitt samþykki og einhvern veginn hvað við erum að fara að gera, hvað leggja mörkin, skilur við, þetta bara í einhverju svona opnu frjálsu samtali eða þetta eitthvað meira svona formlegra? Bæði, Já. þú veist, og náttúrulega fólk hefur þetta kannski eitthvað mismunandi, sumir kannski vilja hafa þetta eitthvað rosalega formal, en flestir eru held ég með, þú veist, ef að fólk er að kynnjast einhverju nýju fólki sem er að pæla að leika við. Já. Þú veist, þá er oft bara að kíkja kaffihús eða kíkja heimsón eða eitthvað og svo bara setið og spjalla, sko. Ég snýst ekki rosa mikið tengingar, bara hvernig fólk nær saman. Já, bara hvernig fólk nær saman og bara... En hvernig getur fólk dreigið línuna, skilur, á milli? Þú BDSM sem getur verið kynferðislegt og ekki kynferðislegt og það er allt þar fram til göttunum. Og ég fer inn í einhvern leik með þér eða einhverjum öðrum og í kynferðislegu tilgangi en hinn kannski ekki. Hvernig afmarkast þetta, skilur? Hvort að þetta endar með sálátt eða fullnæðingu eða ekki og svo framvegis. Er þetta samtal fyrir líka? Fyrirfram ákveðið? Það er allt fyrirfram ákveðið. Skemmir það ekki svolítið kynlíf, skil, nú er ég bara spontaneous og bara, ég mynda mig bara kynlíf á kvöldi bara með minni einkonu, skilur það bara, það á sér ekki samtalsstað endilega. Já. En skilur það bara gerist. Ég hef alveg pælt í þessu, sko, þú veist, að ég er þannig að, þú veist, ég er þannig að stundum vil ég bara hlutir gerist spontaneously. En það er rosalega margir mjög harðir á að allt er rætt fyrirfram og sem er gott, sko. En þú veist, fólk sem, þú veist, en það er náttúrulega yfirleitt alltaf í byrjun, þú veist, ef að vera í kynferðislegu sambandi eða ekki, eða þú veist, eitthvað svona, þú veist, þegar fólk er yfirleitt kannski farið að, er að koma einhvern svona fastan leikfélag og er að, þú veist, búið að, þú veist, byrja að þekkjast mjög vel og eru kannski búin að leika í einhvern smá tíma, þá, þú veist, sumir þurfa þá ekkert lengur alltaf þetta fyrirfram. Já, er þetta bara orðið eins og kynlíf milli hjóna nánast, skilur við? Já, getur verið. Þótt það sé ekki kynferðislegt, þá er ekki meinað það þannig, sko. En segir mér, núna er ég hérna með svipur og alls konar dótina. Sko, þú veist, ertu að láta það alveg bara vaða full force á lið? Eða er þetta bara eitthvað svona, ertu eitthvað að kýtla fólk með þessu? Eða ertu í alvörunni, þú veist, því að þú getur meitt með þessu, sko. Skilur við, þetta er alveg bara svona þrælahald af svipur, sko. Þú veist, ertu alveg að láta að vaða á fólk eða biður það? Já. Það er bara þannig? Já. Shit. Og er það yfirleitt þannig? Það er bara mjög mismunandi, sko. Þú veist, bara ef ég tala, þú veist, eins og þú veist, þú veist, ég er fyrir impact play, ég elska alltaf að flengja mig, mér er stókslega gaman. Og, þú veist, og ég vil láta flengja mig fast. Hvað þýðir það? Mjög fast. Það þýðir mjög, er það með höndinni svona, er það svipur og lætist? Já, bara með alls konar dóti og en þú veist, manneskjan, þú veist, það er ekki tekið bara dót og bara, þú veist, bara byrja að berja bara full force. Nei, það er náttúrulega, þú veist, það er hita smá upp, þú veist, og það er verið að leika með, þú veist, oft svona limitin hjá manni eins og það er byrjalaust, svo er farið fastar. Og þú veist, þá kannski slaka en þá get ég farið fastar eftir smá stund, þú veist, sem er ennþá fastara, þú veist, þetta er svona og náttúrulega allt er rætt fyrirfram, þú veist, fólk lærir á hvort annað yfirleitt og þú veist, já, það er engin eitthvað manneski sem að ég þekki ógeðslega lítið og hef ekki leikið mikið með, þú veist, ég er ekki að fara að láta hana eitthvað leyfa henni að, þú veist, fara að lemja mig eitthvað með einhverju full force, sko. En þetta getur verið fyrir þér, þetta er kynferðisleg naut? Nei, bæði. Já. Þú veist, þetta er alltaf bara, eiginlega bara svona ákvarðan, bara hvað viltu? Hvað viltu fótur þessu? Eða, þú veist, á þetta að vera kynferðislegt eða ekki? En ég get leikið, semst, BDSM-leiki kynferðislega og ekki kynferðislega. Hvað þýðir ekki kynferðislega? Skilur, er þetta þá bara meira bara eins og þú segir, bara samvera eða svoleiðis? Bara eins og ég sé í sánu með félaga mínu með vinkonu eða eitthvað svoleiðis? Já, þetta er svo mikið, sko, eins og ef ég er að leika leiki sem eru ekki kynferðislegir, þú veist, ekkert kynlíf, ég reyndar,
Jú, ok, af því að þetta svo vítt og breytt umræfni, ég þarf alltaf svona ef ég er að leika leik sem er ekki kynferðislegur eða það er ekki kynlíf, þá get ég tekið til þess bara flengingaleik sem dæmi. Bara ok, ég vil alltaf flengja mig og þú veist Kemur það eitthvað fram af hverju þú ert flengdur? Er það út í að eitthvað er búin að vera mjög óþekkur eða eitthvað álíka? Þess vegna. Ef að leikurinn er þannig, fólk náttúrulega bara ákveður hvernig þetta er svo ég er alltaf að reyna að tala fyrir sjálfum mig en líka svo víðan hópa fólki sem er svo rosalega alls konar sko. Já, ég skilji, þú getur náttúrulega bara að tala fyrir sjálfa í raun og veru, Já, skilji. eiginlega sko. En, já. Já, mér er rosalega gaman að láta flengja mig til dæmis og ég get farið í svona flengingaleik sem er ekki kynferðislegur og þá bara er ég að njóta að láta flengja mig og það þarf ekki einu svona fast ef maður er kannski sjálfur fastur í bundin eða eitthvað og það er verið að flengja mann og það er kannski verið að koma að manni og það er verið að segja eitthvað við mann eða snerta mann einhvers staðar og þetta er svona Svo blítt Já, þess vegna það getur líka verið ógeðslega röff og bara það er verið að pynta mann sko. Og það og sá leikur þarf ekkert að enda með kynlífi sko. Nei. Það þarf enginn að fá það eða eitthvað svoleiðis og svo náttúrulega bara klárast leikur og þá er bara farið upp í rúm að kúra eða eitthvað eða kúrt, semst bara svona eftirker eða eitthvað Er þetta ekki rosa vinna að vera virkur eða virk í þessari senu? Er þetta svona 24/7 lífstíl eða kúplar inn og út, er þetta bara 2-3 vaktir eða skilur, hvað er þetta skilur? Já, svo náttúrulega senan, hvað er senan sko, það náttúrulega þú veist, er senan fólki sem mætir bara í partí eða bara á möns eða bæði eða þú veist, eða er senan allt kinky fólk á Íslandi, ég veit það ekki, þú veist eða náttúrulega, þú veist, það er fólki sem heldur partíin, það er manneskjan sem skipuleggur mönsin BDSM-félagið, þú veist, og þú veist, þannig lið er ekkit endilega að hugsa þetta semst það sem það er að gera ívendarnir eitthvað 24/7 sko. Svo ertu líka með einstaklingana sem eru að leika sér heimaðu sér og myndu aldrei koma fram opinberlega, skilur, eða með einhverjum öðrum, kannski fyrir utan bara sínum maka eða einhverjum örfáum sko. Er þá bara í svefnherbergjunum hjá sér sko. Já. En getur þetta ekki haft líka áhrif nú bara að horfa þetta út frá öðrum Fyrir ekki, þegar þú tala 24/7 ertu að tala til dæmis fólk sem er í þú veist, svona DS-samböndum eða mestursleif eða eitthvað svona Nei, jú, alveg eins skilur bara almennt skilur, hversu Já, sumt fólk Já, ok, ef þú vistu ræða hvað þýðingu hefur það líka, þetta DS sem ég reikna með að þýði dominant og submissive eða ekki, hvað þýðir það líka? Get ég verið dom bara kannski lögatum milli 6 og 12 skilur eða alltaf, eða skilur hvað Já, fólk bara algjörlega ræðir þetta og ákveður bara hvernig vill það hafa þessa dýnamík sem það verið með fólk bara býr til sinn ramma Já, bara sína dýnamík á milli sín En eins og líka bara með þrælahald og sleif og þetta skilur þetta getur verið voða mikið kink og gekka crazy en svo skilur hversu sustainable er að þetta sé lífstíl einmitt meira en bara á hittingum eða einu sinni í viku eða skilur og hvernig Það er alveg, ég þekki fullt af pörum sem eru í svona já, basically svona master slave eða, þú veist, annar er meira dominanti heldur en hinn, sko Já og Það er að rúla inn að fyrir mig líka Já En er það bara alltaf þá eða skilur Já, eða kannski ákveður fólk bara að taka eina viku sem er svona, eða mánuð eða eitthvað, eða þú veist mjög áhugavert, sko. Þú veist, allt er ákveðið Er þá fólk í hlutverki bara stanslaust? Já þessi Er þetta gert hérna á Íslandi? Já Ég er bara ímyndar að þú sett undirgefin og þú ert þræll kona hennar eða mannsins eða eitthvað svoleiðis eða drottnarastins og hversu lengi er þetta að halda það út eða svona bara í hinu daglega lífi og hvernig normið er og verður ekki erfitt fyrir fólk sem að kannski verður svolítið þegar kinki heldtekum mann, alltaf kink getur verið alls konar, getur verið BDSM og það getur verið eitthvað allt annað swing eða whatever getur þá ekki farið svolítið djúpt inn the rabbit hole þannig að það verður erfitt einhvern veginn að aðgreina þetta frá henni raunverulega lífi
eða eiga eðlilegt kynlíf þegar þú ert búin að vera í svona Já, rosalega þetta fara að spyrja sjálf að því hvað eðlilegt kynlíf er. Já, að því að Já, sammála því hvað er eðlilegt kynlíf? Góð spurning. Nei, þú veist, náttúrulega ef að fólk fer að líða eitthvað illa í hlutarskónum sínum eða í dýnamíkinu sinni eitthvað, náttúrulega verður bara að ræða saman og veist, setja pásu eða eitthvað. Veist, Nei, ég skil það ég sjálf, ég á svolítið með að svara þess að ég sjálf hef ekki verið í einhverju svona 24/7 dóti, sko. Hvað ertu búin að vera lengi í þessu? Sko, ég er búin að vera bara kinky bara síðan ég man eftir mér, sko. Bara síðan úlningur? Já. En, Hvað heldur að veist, er eitthvað sem veldur þessu? Veist, er eitthvað veist, hverju er þetta tengt? Og við rættum nú það daginn, sko, veist, erum við að tala veist, eitthvað svona óuppgerða áfallavinnu eða eitthvað, ég meina, veist, hvað liggur á baki? Já. Til þetta kveikira? Já. Þú með kveikira? Ég veit ekki. Ég er bara með þessa gimpgrímu. Ég er með þessa gimpgrímu. Ég held þess ekki með neitt, sko. Já, Hvað er þetta? Er þetta veik? ég á að vera með kveikjara, sko. Ég er bara með Með Þú með allt í veipar, opnum. allt Ég er bara Þú ert með- með svo mikið að drasli. verandi með allt þetta, þú ert Ég ekki er með með kveikira, kveikjara. þá hendi ég út. Ég er með kveikjara. Þetta er alltaf leið. Ég er með Á kveikjara. ég að þóla að setja þetta á mig? Ef við voru að Aðeins neðar, já. Nú er það bara allt annað, allt ríkó. Sjá það. Vá, hún er bara fullkomin að þig. Og Oh my god. þú veit þess að hann er bara lektir hérna. Nei, vá, þetta er gegn. Hvernig lukkar það? Ég myndi ekki nenn að vera svona eitthvað heilt kvöld. Ha? Lítur út eins og skjálpa. Ég ætla bara að segja það sama, sko. Oh my god. Þú er geggja-gimp. Á hverju tekur ekki Gunnar með þessi gimpi þitt í kvöld? Ég er nefnilega, veist, mér finnst Viltu koma? Nei, mér finnst þetta allt sjúklega áhugavert, skilur, og saman sem með nútismann og annað, sem ég er aðeins farin að fikta eitthvað við, skilur. Já. En sko, ég er ekki hérna vissum að ég myndi, veist, að ég hafi þetta eitthvað sérstaklega í mér, sko. Þannig, sko. Nei. Þú nefnir þetta með heilbreytt kynlíf, sko, veist, eða venjulegt kynlíf. Já, en þetta er venjulegt kynlíf. Já, fyrir mjög mörgum, sko. Já, já. Ég er ekki alveg að tengja við þetta. Svo heyrir maður svolítið illa með þessa græði á sig, sko. Það Já. gimp eiga ekkert að heyra neitt eða að tala. Það eiga bara að vera hana. Já. Hérna þetta, er þetta einhverja svona nippolklemmur eða eitthvað svoleiðis? Já, þetta heitir Clover Clamps. Sem þýðir hvað? Ég veit ekki alveg hvað það þýðir, en þetta er semst, þegar þú setur þetta á nipplurnar eða eitthvað og togar í keðjuna þá, hérna, semst, klípa þér fastar, eða þú veist, halda fastar. Í gervörtum þetta. Já, Langar eiginlega að taka myndaðir svona close-up. já, og er eiginlega að gera það, sko. Ógeðslega mikið krút. Já, ok. Þetta er ekki að fara með vel, sko. Svartrendar hefur aldrei farið með mjög vel, sko. Ég held að ekkert með lítinn að gera. Slokna á kamerunum með það. Nei, það er bara skjáð. Já, ok, ég bara, what? Já, ok, geggjað. En, veist, ég var að tala sko, þú segist þú eru búin að vera svona haldin einhverju svona kinkneið bara frá því mannst eftir þér. Og við rættum nú eitthvað saman þarna daginn þegar að ég var að fá mér húflúr og hitti fyrir tilhörun, svo ótrúlega skemmtilegt. Ógeðslega fyndið. Og og við rættum þetta einmitt, erum við sko að tala það að fólk er að díla við einhver óuppgerð áföll sem leiði þá inn á þessa leið og fyrir vikið notar í þessar aðferðir til þess að, hvað ég að segja, til þess að heila sjálfan sig með tímanum, því að við rættum náttúrulega, fórum eitthvað aðeins svona inn í þinn bakgrunn og annað og þú er búin að ganga svona grítan veg, eins og margir. Þannig að hvað er það eins og í þínu tilfelli sem að þú heldur að kannski hafi dregið þig á þennan stað sem þú ert í dag? Er eitthvað samengi þarna á milli? Sko, nei, ekki þannig með mig held ég, sko. Ekki eitthvað að ég hafi lent í einhverju tráma og þess vegna hafi leiðst út í þetta eða eitthvað svoleiðis. Það er ekki þannig hjá mér, sko. Þú veist, ég bara hef alltaf verið fyrir bara svona öðruvísi hluti. Að mér finnst það spennandi og mér finnst það skemmtilegir og
þú veist, eins og segja, já, þú veist, sem úlingur, þú veist, þá fattaði ég að, þú veist, að ég kannski fíla öðruvísi hluti en aðri. Þetta eins og hérna Það gott Þú veist að geggja með þetta skegga það líka. Þetta eins og Þetta er svona dýr. Ace Ventura 2 þegar hann var að fara út úr flóðaskilum Já! Já, maður. Þetta er geggjað. Þetta er mjög óþægileg gríma. Já, hún er mjög óþægileg. Prófa að hafa hann á þeirri smástund. Sama hvort þú Fyrirgefðu, venjist við þess ekki. trufluðum þig. Já, Hvað var ég að segja þú aftur? varst að segja bara að þú var alltaf svona bara fílað svona svolítið. Já, ég held að fíla að vera, þú veist, bara svona öðruvísi hluti og hérna, en þú veist, þegar ég var yngri þá, þú veist, kunni ég ekkert eða, þú veist, vissi eitthvað virkilega það sem er á bak við BDSM, Nei. þú veist, En það leyndust þarna einhverja hvatir. já. Og hérna, en svo náttúrulega þegar maður var eldri, þú veist, þá vissi maður aðeins meir um þetta, en þú veist, ég var ekkert mikið að stunda BDSM, þú veist, já, sem úlingur eða þegar ég var yngri, sko. En, þú veist, ég var alltaf einhvern veginn að djöflast við að, þú veist, ég var alltaf í bara svona vanilla samböndum, semst, og það var bara venlegt kynlíf. En, þú veist, það vantaði alltaf eitthvað og ég held að, þú veist, og ég þorði ekkert að einhvern veginn að tjá það eða tala um það eða eitthvað svoleiðis. Gætir ekki verið í sambandi í dag einmitt bara í svona hefðbundnu sambandi og ég segi hefðbundið. Og það sem að væri bara einmitt, veist, Svona stundar samfélagslega- bara svona venjulegt eða hvað ég segja, hefðbundið kynlíf. Myndi það ekki, það væri ekki nóg fyrir þig. Nei. Það er einmitt að því að fólk pælur oft, eða, veist, það hefur verið svona umræða BDSM hneigð Já. og veist, hvað er það? Já. Og hérna, og sumir segja veist, að þetta sé ekki til eða ekki viðurkennt sem hneigð, það er ekki hægt að vera BDSM hneigður, þetta sé ekki kynhneigð, en ég myndi segja að BDSM hneigð er einmitt fólk eins og ég og veist, margir aðrir, við hneigjumst að BDSM, við fungerum ekki í sambandi eða í samböndum með fólki ef það er ekki eitthvað BDSM og, veist, og svo náttúrulega bara ferða eftir hversu mikið það er þannig, skilur við. En í þínu tilfelli, þyrfti það að vera mikið eða væri Nei. nóg eða væri bara svona smá? Nei, það þarf ekkert að vera mikið, bara að sé opið fyrir það að leika BDSM-leiki veist, og gera hluti sem eru BDSM-tengdir. Bara að vita að þetta sé möguleiki og þetta gerist hvernig sem er það Já, er eitt og sér að manneskjan vil, veist, muni leika við mig. Veist, ef að ég get ekki verið með manneski sem að vill bara venjulegt vanillakynlíf alltaf, þú veist. Ég meika það ekkert, sko. En svo eru sumir sem að einmitt þurfa mikið einhvers konar BDSM, einhverja dýnamík, einhverja valda dýnamík eða eitthvað, eða bara leiki, þú veist, og þú veist, það er þetta svona BDSM-hneigð. Við fungurum ekki, þú veist, eða getum ekki verið í samböndum ef það er ekkert BDSM í. Já, ég skil það. En svona, þú veist, maður eru oft heyrt svona, þú veist, þegar sagt er að, sko, að einstaklingur sem að upplifir kannski ofbeldi í æsku Já. er kannski lamin eins og harfiskur, þú veist, af foreldra eða einhverju álíka. Þetta er oft sagt konur sem lenda í ofbeldissamböndum Já. að þær hafi rauninni bara komið úr sem aðstæðum og það er einhvern veginn að halda þessu ferli áfram. Heldur þetta sé eitthvað, heldur það sé, þú veist, svoleiðis tilfelli að það er að koma þarna, hvað ég segja, brotnir einstaklingar sem að eru í rauninni að veist, eru ennþá bara einhvern veginn leitandi eftir einhverjum aðstæðum þar sem þau veist, finna fyrir sjálfum sér því það er einhvern veginn búið að hvað ég að segja, nú er ég bara spekulera sko, Já, góð pæling, að, sko, að veist, að bara með barsmiðum og látum veist, þá er einhvern veginn bara búið að setja bara einhverja svona álaga hulu yfir fólk sem gera það að verkum að það bara finnur ekki fyrir sjálfum sér eða tilfinningu sínu nema að það sé í einhverjum svona hvað ég að segja, ofsafengnum eða, ég ætla að leiða mér að segja, öfgafullum í hefðbundnum skilningi aðstæðum. Því að, veist, fyrir venlegt fólk er þetta náttúrulega bara galið, sko.
Já, en fyrir hefðbundið fólk. Það er af því að það veit ekki, það er af því að fólk bara flest fólk bara með eina ákveða mynd í hausnum á sér hvað BDSM af því að það sé bara það sem í kláminni eða bíómyndunum, sko. En BDSM svo miklu meira heldur en þessi mynd sem flestir eru með, sko. Og þess vegna fólk bara, þetta bara ofbeldi og sársauki og bara röff kynlíf, en það alls ekki þannig að því að BDSM getur verið ógeðslega fallegt og mjúkt og náið og svona tenging og bara, það ekki alltaf þetta sársauka röff, eitthvað svona brjálæði. En myndur þá segja að þú hefur upplifað eitthvað svona heilun af þínum sárum í gegnum þetta ferli? Þú veist að ná einhvern veginn stjórn og öðlast einhvern veginn getur til að setja þín eigin mörk og að þau séu virt? Já, ég með svona fallega sögu. Þú veist, ég náttúrulega hefur lent í alls konar og svolítið brotin, og þegar ég svona joinaði senuna, ég fór að fara í partí og kynnast fólki og ég fór að kynnast BDSM meira og bara actually, svona dýftina, bara hvað þetta og bara allt þetta sem að tengist þessu. Ég lærði svo ógeðslega mikið og bara þetta var alls ekki það sem bjóst við að BDSM væri. Þú veist, ég mitt lærði að til dæmis að setja mörk fyrir sjálfa mig og að það sé allt í lagi að setja mörk og maður á að gera það og maður má það. Og þú veist, ég líka uppgötaði hver mörki mín hvað fíla ég og hvað fíla ég ekki og að tjá það. Ég lærði að hafa samtöl við fólk sem sagt, þú veist, ég man alltaf bara eftir mómentir sem ég var bara eitthvað, af hverju hafði ég aldrei þessi samtöl þegar ég var í samböndunum mínum, þú veist, í fortíðinni. Bara þetta eru samtöl sem pör eiga að hafa. Þú veist, ég lærði það og þú veist, að ég myndi segja, fólk sem í þessu BDSM, þau tala miklu meira bara þarfir eða væntingar eða hvernig þið líður eða vill eða, af því að það bara, samskipti eru bara rosa, já, það bara eitt aðal sem að fólk alltaf að negla á, sko. Þetta bara grunnurinn. Já, bara þetta skiptir máli, þetta þarf. Það hefur ekki verið þungt fyrir að burðast með þessar kendir í fyrstu samböndunum og jafnvel ekki þora að upplýsa hvað þú vildir og svo framvegis. Já, og líka bara setja mörk. Bara, maður var í samböndum með einhverjum gaurum, bara úlingsárum til dæmis, 17 ára eða eitthvað, eða yngri jafnvel. Og maður þorði ekkert að segja neitt að maður fíla ekki eitthvað. Nei. Eða, þú veist, bara svona ég lét sig bara hafa það einhvern veginn eða eitthvað, þú veist. Og þetta rosalega algengt dót, sko. Sérstaklega hjá konum. Þú veist, já, sérstaklega hjá ungum stelpum, konum bara, það rosalega oft sem að við bara þegjum, þú veist, ég ekkert að fíla það sem henni að gera, en ok, þú veist, og þú ekki að segja það. Hversu mikilvægt finnst þér hérna, hefur eitthvað skoðun á BDM fræðslu BDSM fræðslu? Já, BDSM, hvað sagði ég? BDSM fræðslu, sko, sem höfðar þá til unglinga og ungsfólks. Nú voru þetta verið svona mjög umdelt, svona mikið talað upp á síðkastið að þessi verið að fara með þessar, eins og með hinsegin fræðslun í skóla og annað og skipta skoðanir á þessu. Sko hinsegin fræðsla náttúrulega bara allt öðruvísi, þú veist, það ekki kynfræðsla eða eitthvað svoleiðis, sko. Nei, en BDSM í því samhengi hefur verið ávarpað, sko. Já, BDSM hneigðin þá. Já, en hvað finnst þér þetta veist, skipta máli eða finnst þér þetta óviðeigandi eða of snemmt eða? Sko, þú veist, ég ekkert endilega sammála í að þetta ætti að vera í skólum eða eitthvað svoleiðis. En mér finnst samt að það ætti mig að tala við unglinga þetta, af því að þú veist, unglingar krakkar sem að verða unglingar, það að spurja BDSM og eitthvað svona dæmi í kynfræðslum.
að því að náttúrulega aðgengi að klámi er náttúrulega bara rosalegt og Heldur og það beinir sér ekki svolítið eitthvað sín krakka? Hæ? Nei, fyrir ekki að grípa fram í Nei, bara hvað klámi, sagði- krakka náttúrulega bara sjá klámið og þá er Já. BDSM eitthvað ákveð. Já, og oft svolítið röff eða Já. skrítið og eitthvað svona, og en og bara, já, BDSM sem svona eða eitthvað, en þau sjá ekki það sem gerist fyrir til það sem fólkið gerir áður en að það tekur upp, skilur, og það Það er heyrir ekki samtöl og allt, samtalið. Nei. þú veist. Já. En hvar ættu krakkar þá eða úlingar að sækja þetta samtal í örugt umhverfi ef það er ekki inn í skólum? Ég veit ekki, ég á svolítið erfitt með að svara þessar spurningu, Já, sko. Það er náttúrulega hægt, þú veist, Þú getur, það er alltaf hægt að fara á netið, bara, Já. þú þú veist, getur bara ekki raunar- skoða klám. þú getur talað út frá sjálfurinn, bara hvernig hefðir þú sjálf í þínu tilfelli, Sem úlingur. já, sem unglingur með eitthvað svona neyðir, eða skilur og þóttar kannski hafi ekki verið eitthvað mjög augljósar og sterkar, en ég meina hvað hefði mögulega hjálpa þér og kannski svona spara þér, vinnuna og eitthvað erfiði og heartache, skilur. Úf, Ég sé samt svo ekki fyrir mig að sé að vera að tala um þetta eitthvað í skóla með þegar kynfærslan alltaf bara sökkaði þegar ég var Ég ungur, man ekki einu sinni hvernig hún var. Við erum alltaf jafn gömul, sko. Ég held hún hafi verið svona non-existent pretty much, sko. líka við, sko, Þegar við vorum en á hvað þá þegar þú varst í grunnskóla, Já, sko. já. Og bara frjóka eggið og eitthvað svona. Það flesti fóru bara í eitthvað blackout, skilur. Já. Ég held að þurfi ekkert að vera eitthvað endilega fræðsla, bara BDSM er svona og þetta, en kannski að viðurkenna bara að þetta sé til, en fólk þarf að fara eftir þessu, þú veist, samskipti, öryggi, þú veist, fólk fer ekkert í þetta, bara eitthvað 1 frá 10, bara að láta gera svona hluti við sig, til dæmis. En, já. Aldur, ég veit það ekki. Hvernig allir krakka byrja að finna, skilur? Allt þetta sé bara rosa Það er persónubundið. rosalega misjátt, sko. Og talandi bara það með, eru til einhver hlutföll, skilur? Því að ég get alveg ímynda mér að þetta sé algengar en margir myndu halda. Já. Er 1/10 BDSM hefur eða 20 eða, Við erum miklu fleiri en fólk heldur, sko. Já. Og bara kinky fólk, bara, og hvort sem það er BDSM-negt eða ekki. Bara kinky fólk að gera alls konar eitthvað BDSM-tegt. Hvar dregur lína á BDSM? Skilur, þú talar svingi og allt það og alls konar trekantar og allt þetta. Þetta fellur þetta inn fyrir og út fyrir, skilur, hvar dregur lína á BDSM? Er það sásauki eða er ekki? Hvar er línan? Línan er, Ef hún er þetta þá er góð til. spurning, BDSM, þú veist, ef ég bara útskýri hvað BDSM er. BDSM eru leikir, hlutverkaleikir eða athafnir sem að fólk, þú veist, þar sem að er alltaf einhvers konar valdadýnamík í gangi. Ok. Svona ef ég á að segja þetta óslega svona einfalt. BDSM er alls konar þar sem að einhvers konar valdadýnamík er í gangi. Hvað er spurningin aftur? Nei, bara hvar dregur línuna, skilur, ef ég er hlutverkjaleikju mikið og eða ég roleplaya eða svoleiðis, fellur það innan eða fyrir utan eða það er sem við erum að pæla, hvar dregur línuna á BDSM? Já, það er alltaf bara fyrir eftir því hvernig hlutverkaleikið þú ert að leika, sko. Það getur verið alls konar, skilur við þetta, bara eins og Það þýðir ekki eitthvað að vera bara eitthvað, Ef þú ert að dressa þig upp eða eitthvað Bara og leika píparinn- um karakter. píparinn mættur í heimsókn, en það er engin eitthvað, að sína eitthvað á valdbeitingu. Það er náttúrulega, getur ekki verið BDSM. Það er bara Nei. meira bara píparinn er kominn og bara, Já, þú veist, ef þú ert að dressa Já, þig já. upp, ef þú ert að dressa þig upp og vera einhver karakter, þá er það alltaf bara hlutverkaleikur eða eitthvað, en þegar BDSM er í gangi þá er það þegar það er annar að stjórna, skilji. þú veist, og með samþyngi frá hinum. En, Já, það er basically bara þetta, að það er valdadýnamík í gangi. en meðan ég maður, hvað er uppáhalds öryggisorðið þitt? Er alltaf með svona sitt uppáhalds öryggisorð? Appelsína eða blóðappelsína? Nei, er þið með öryggisorð? sumir eru með öryggisorð. Ég meina, hvernig Ég ætlar er ekki með neitt sérstakt öryggisorð. En hvað ætlar að gera að út... Þetta er það sem er hugsað alltaf, Já, skilur, alltaf, að menn já. eru að, ég er menna og er kannski búin að hitta svona og menn í hita leiksins og þegar fegurum kappið ofurlið og svona, maður kannski getur verið að meiða ómikið eitthvað svoleiðis, hvað, og kannski múlbundin með gimpgrímu og að láta raskilla þig, skilur, hvernig á ég að vita að þú sé búin að fá nóg, skilur, að hvað, að þú ert ekki með öryggisorð, til dæmis, Já. að því að nei getur í örugglega þessum leik getur þýtt eða Já. á og allt þetta, Já. skilur, Sko, eins og ég sagði áðan, þá náttúrulega alltaf fyrir svona intense leiki,
þá er alltaf rætt bara þú veist, og það er alltaf að tala eigum að hafa safe word þú veist, já, hvað að vera eða sumir nota litina gulur, rauður, grænn þú veist okay. og einmitt ef að manneskja er bundin og getur ekki talað eða eitthvað þú getur bara að tappa át eins og í MMA þú veist, þá kannski gefa eitthvað merki með hendinni eða einhverja höfðarhreyfingu eða eitthvað, þú veist, höfðarhreyfingu einhverja höfuðhreyfingu og þú veist, fólk finnur bara sitt eða sín merki eða orð sem að það veit svo þú veist, en svo náttúrulega en sumir leika kannski einhver svona létta leiki bara í einhver svona flæði og veist, það þarf ekkert að vera safe word sko. Nei, ég skil það, sko. Það er alltaf svo rosalega misjæft, sko. Er þetta eitthvað að kveiki þér, Davíð? Þú dróðin eitthvað æstur. Ég er alveg hann er alltaf frekar heitur, sko. Ég bara, minnst þetta mjög áhugavert, sko. Erum við meira vatn, eða? Já, fylgdu vatnina. Mér heitt. Allt sem að hérna er eðlilegt eða óhefbundið, það hérna... Það vekur áhugaðin. Þú elskar það. Já. En er þetta eitthvað, Davíð, sem að þú myndir svona, getur hugsað að fara eitthvað svona meira út í þetta með þinni spússu? Ég rætti þetta aðeins áðan og hérna, við erum eftir að ræða þetta aftur seinna, við erum ekki alveg kannski alltaf sammála um allt, sko. Nei. En ekki sásökin per se, ég held að það kveiki nú kannski ekki í manni, sko. En ég meina það þarf ekkert að vera, sko. Nei, en bara, einmitt, þetta alls konar ólíkar útfærslur. En þú getur verið í, sko, eitthvað svona valdbeitingarleikjum á þess að þessi beittu sásöki, sko. Getur gert það. En að samanskapi, skilur við það hérna, er okkur ógeðslega næs að vera bara, búin að vera eftir erfiðan langan dag í Arion banka, skilur við, og koma svo bara að vera 100 í 4 klukktíma. Sjúklega næs. Svo þreyttur þá bara laður í búri. Þetta er bara gott dæmi, þú veist. En það er ekki kynferðislegt bara til þess að senna út. Þetta er svona bara, ég veit það ekki. Mér finnst þetta mjög áhugavert. Ég ber líka mikla virðingu fyrir fólki sem að þora að vera það sjálft, skilur, og mætir og er eins og kallinn í hundabúninum. Og líka mjög áhugavert, þetta gæti bara þess að verið hans, skilur. Við veitum ekki, við veit það ekki. Mikki? Ert þú að mæti partíu eftir? Ég veit það ekki. Já, en þarna, sko, hvað ætla ég að segja? Þetta er þetta mjög aðdánavert og krefst hugrekkis. Já, það var einmitt það. Hefur orðið á einhverjum tímapunkti var við fordóma? Já. Eins og bara fjölskyldan þín, hvað segir hún? Já, þú veist, því núna, ég sjálf hef ekki, þú veist, ég sjálf hef ekki fundið fyrir fordóm gagnvart mér. Nei. En náttúrulega það eru þú veist, en ég hef alveg séð það annar staðar, sko, en þú veist, ég sjálf hef ekki fengið eitthvað, oh my god, þú veist. En bara svona almennt, vinir og í kringu, eða vinnuveitendur þess vegna, skilur. Nei, það hefur aldrei neitt sagt neitt um mig, verið með eitthvað. En þið vita alveg hvað þú ert að gera. Já. Í bak við lukta dyr, í skjóli nætur, inn á gauknum. Já, ég meina, þú kemur opinberlega fram, skilur. Ég kemur opinberlega fram. Ég mitt fór hérna í viðtali á DVF fyrir einhverju tíma síðan og var í fókus viðtalið og þar var ég að ræða þú veist, það sem ég er að gera, til dæmis bindingar og BDSM og eitthvað svona. Og ég var þú veist, þegar greinarnar komu út, þú veist, ég fór beint í kommentakerfi bara, jæja, hvað steik ætli ég sjái. Það kommentaði enginn. Nei. Mér finnst það rosalega skrítið, af því að yfirleitt það hefur verið eitthvað svona, það kemur alltaf eitthvað lið, þú veist, eitthvað, Hvaða úrkyninu þetta frétt? Kynvillingar eða eitthvað. En þú veist, það kom ekki neitt, sko. Ég var svolítið hissa, sko. Kannski stóðu mig bara svona vel í þessu viðtali. En hvað með kynhneigð, einmitt, í þessu samhengi? Þú sagðir þetta orð, kynvillingar. Þetta er svona frekar svona gildishlaðið gamalt orð sem er þá ávið samkynhneigt fólk, sko. Ógeðslegt orð, já. Já, algjörlega. En ég meina, í þessum heimi, sko, er fólk þá er það þá er mikil samkynhneigð eða er mikil tvíkynhneigð í þessu? Það er bara alls konar. Öll típa fólki, allar kynhneigðir. Hvað er þú í þessu samhengi? Ég er pansexual. Sem þýðir hvað? Bara það skiptir ekkert máli hvað kyn varst. Nei. Og já. Áttu kærasta eða kærustu eða? Nei. Ég er single.
Ég er single, bjóð mér Single date. pansexual. Single pan. En hvað með eins og hjón eða bara fólk sem að er í svona monogami sambandi sem er í senunni, er það, sko, hvað dregur línuna þetta bara því þú þekki fólk, skilju? Ef ég bara, eða Gunnar er með sinni konu og þau eru ekki póli og hann er að fara hitting, má hann þá vera að flengja þig og svona, ekki kynferðislegu leikur, skilur, bara binda þig og flengja þig og klappa þig og eitthvað svona, skilur, hvernig er það fer þetta bara í eftir sinni? Ég held að sé samkomulaginu. bara mjög misjant bara eftir fólki. Já, þú veist, þarna bara verður að eiga sér stað samtal bara á Já. milli parsins Já, og þriðja einstaklingisins sem er kannski bara að leika við annarkotna aðalan eða eitthvað og bara fá samþykki fyrir. Já, því þú getur Fyrir örgulega að vera með tilfelli þannig að þú ert með hjón, þannig sem að annar aðalinn kannski kemur út úr skápnum og hefur eitthvað neyður til þess að einmitt að fara í hundabúrið, skilur við. Já. Og hinn einstaklingurinn, konan eða maðurinn, bara er ekki að tengja við þetta bofs. Þá hlýtur náttúrulega bara þurfa að eiga sér stað eitthvað samtala sem að fólk annarkot bara fer til hægri og skilur eða fer til vinstri og það er bara farið í eitthvað svona vinnu þar sem að hinn aðalinn bara fær að leika lausan hala innan einhvers svona vissra Já, bara innan einhverja kristilega marka. finna út eitthvað svona samkomulag eða Þetta hlýtur að vera til, sko. Já, þú veist, fólk bara verður að finna sitt. er mikið drama á svona hittingum og svona, gerast Á alls konar hlutir? hittingunum? Nei. Nei, skilju, koma hlutir upp. Þetta er svo alls konar nefnilega, skilju. Já, nei, ég hef ekki verið við það, sko. Áfengisneysla, Nei, sem sagt, fíknefni. nei, þetta eru ekki djömm, semst allavega part sem ég er að fara í, þú veist, þetta sem er mánaðarlega, þetta er ekki fyllir í að djam, fólk er edrú þarna, kannski fær fólk, þú veist, kannski fær einhver sér 1 bjór eða eitthvað, Já. en fólk er ekki á neinu, þú veist, þá er bara hent út, sko. Þú veist, fólk, þetta er ekki Á þetta djamfyllir. samleið með áfengi, almennt. Nei, fólk á ekki að leika þessa leiki undir áhrifum. En núna ertu að fara í svona frekar svona cozy kvöld á eftir, en þegar þú ert farin í þessi meira svona privatpartí, eru það bara einhverja svona, Sleggjur. er það bara einhverja, er það bara svona, alveg, ég meina, er það bara einhver taumlis orgía bara og blóð og læti? Sko, ég hef ekki farið í einhver svona mörg mismunandi partí, ég fer yfirleitt bara í partí hjá sama fólkinu og þau eru yfirleitt bara rosalega svona chill, sko, og ekkert eitthvað rosalega ekstrím í gangi, en það er fólk er að stunda kynlíf og eitthvað svona. Fyrir opnum tjöldum. Já. En þú veist, það er semst eitt partí sem ég fer í hjá einu pari, þau halda stundum partí, svona pottapartí og eitthvað og fólk mæti bara, og fólk er rosalega mikið bara að spjalla og að kósi, og það er að stunda kynlíf inn í herbyggi eða það er einhverju BDSM-leikir eða bara whatever, bara hlutir gerast, en það náttúrulega er alltaf bara, hei, hér eru reglur, bara eins og er í partíunum, það er mjög stranga reglur, bara ekki snerta mannesku nema að fá samþykki, ekki snerta dót manneskunnar nema með samþykki, þú veist, fáðu samþykki fyrir öllu og verður næs en ekki fá þetta og svona, og yfirleitt einmitt láti vita, þú veist, í þessu partí, þú veist, eru svona hluti leyfðir og þú veist, svona hluti getur í séð, þú veist. Og fólk sem þekkist og hefur leikið saman áður og... Já. Og já, þessi svona prívatpartí, það er yfirleitt bara svona vinahópur eða fólk sem þekkist. Er þá fólk að skiptast þá líka á mögum eða þannig? Já. Þau sem eru til dæmis í pólísamböndum. Já. Og það náttúrulega eru alls konar svona sambandsdýnamíkir í þessu líka, sko. Fólk er svo alls konar. Það er alls konar það eru pólísambönd eða opinsambönd eða Hver er munurinn á póli og opnu það eru leiksambönd, þú veist, líka. Já. Hvað er póli og... Er munurinn á póli og opnu sambandi, hver er það? Pólísambönd eru þegar manneska getur verið í samböndum með fleiri en einni manneski. Opinsambönd er kannski, þú veist, þegar það er par og svo mega að fara og, þú veist, sofa hjá öðru fólki. Já, ok. En póli þá getur stofnað til ástasambands með fleiri en manneski.
Interessant. Já, og svo eru sum bara svona leikfélagar það sem að vera að leika Gekkja. Já. Þetta er svo rosalega alls konar En- ég vona að ég sé að ná að koma svo svona einhvern Bara veginn svo skýrt frá mér ég náttúrulega svo Þetta er fullur náttúrulega- áhuga og spyrjum alls konar út allt. Já, Þetta er bring náttúrulega bara, it. þetta Já. er bara samtal, sko, ekkert annað. En hefur aldrei, skilur við hittum eitt mikinn hérna BDSM-ara fyrir einhverjum, hvað ár síðan, 2 ár síðan. Magnús Hákonarson. Já, þá Já. varum við eitthvað að tala um hérna cock and ball torture Já, sem að, ég get ekki sagt að heilum Nei, mikið. það var Nei. hann þarna, En- það var hann þarna Boff, Já. hann Conkers. já, Herru, já, vá, já, alveg rétt. Það var Boff Boffarinn. Conkers. já. Allavega sko hvar, nú ég veit að margir sem að eru að stunda BDSM og þeir eru vel að sér í öllum þessum málum og svo leiðis en Gera en alls konar. alls konar, en hvernig geturðu með einhverjum örugum hætti verið að stappa á eistum og setja nálar og kremja og svona þess að vita hvernig mörkin liggja skilur, veistu hvað ég meina? Þú ert að díla með viðkvæm svæði, ég er ekki að tala um þig ég er bara að tala um almennt, skilur Já, það er ekki að kremja þetta eða eitthvað skilur, hvernig veistu skilur, hvar mörk hvort þú ert að skemma eða setja þig hættu hefur til dæmis þetta Skemma vefi, skemma vefi, drepa innvortisblæðingar. vefi skilur sko ég af því þið eru ekki Ég öll er- sérfræðingar á Nei, heilbrigðis ég er ekki sérfræðingur í cock and ball torture þannig leikjum sko. CBT. Já, Sébit veist, jú, ég hef alveg verið að binda og eitthvað svona og gert smá en ég hef ekki verið í einhverju svona rosalega intense í þessu nei, En- en það er einmitt, þú veist það er bara einmitt samtalið sem á sér stað fyrir leikina bara, þú veist já, en þá getur vel verið að þiggjandins og fólk, þú veist, fólk fer ekki að leika í fyrst skipt og fer strax í þetta, skilur við nei, nú er ég bara forvitin og Að því- þú veist, já. manneski sem leika svona leiki, svona intense leiki þú veist, það þekkir aðilann, þekkir Mhm. hljóðin þú veist, það er allt passað upp á öryggi Mhm. og hérna þetta er rosalega svona, ég get ekki svara þess alveg 100% Því nú var Boff Conkers einmitt að tala um í þessu samhengi, hann var að tala um stóra dýblísu partí sko, Já. í London og það sem hann er sko. Mhm. Veist, það sem er bara, veist, veggir bara blóðið drifnir og heyrður lýsingar þar á þessu sko. Þetta var alveg svakalegt sko. Og hann var aðstofa fólk við það, hann var líka aðeins að spurja þig út í það að hann er með hættum. Já, Veist, hann var að hjálpa við að þræða með krókum og hengja lið upp á bakinu með taljum og eitthvað Já. svona alveg brútal shit sko. Meina, þekkist þessi sena hérna á Íslandi? svona blóð og eitthvað Já, það, ég hef ekki séð það en þú veist, ég veit alveg svoleiðis dæmi það sem að hafa verið blóðslettur á vegnum en þá að verið að flengja mannesku með einhverju áhaldi og það komur smá sár skilji og þá er náttúrulega þegar verið að sveifla einhver svona flokknar náttúrulega, þú veist fara kannski einhverju Bara svo droppar Quentin eða eitthvað en Tarantino mynd. þetta eru ekkert endilega eitthvað svona djúp sár, bara einhverju skurðir sko. Nei. nei, skilji Þú veist. þannig að senan hérna á En svo Íslandi náttúrulega er alveg til fólk sem er rosalega ekstrím sko. en jafnvel á Íslandi. já, það hlýtur að vera já, já. En núna sá ég daginn, ég sá myndir á Instagram sko, að þú varst að eða hjálpa til eða hvernig sem verð, þið voru að koma krókum fyrir undir húð, Já, þú sýndist þetta að vera baki, þú tókst þátt í þessu já, og þarna ef ég skil þetta rétt, þá eru þið með bara sótturins að lækna stál og það eru bara skorin þarna, bara 2 gött, eða ekki, já. og svo er hérna bara einhver risa Það er ekki skorin götin, sko, það er bara stungi í krókunum, þetta er bara svona piercing, sko. og þetta er alveg bara svona gaurar. Það er semast krókarnir, það eru krókarnir og það eru settar nálar, þykkar nálar á endan á krókunum og þær stinga, svo fer krókurinn í gegn Já. og nálarnir eru teknar. Þannig að hann bara Krókurinn penetrita sjálfur sig í gerir gegnum ekki húðina. gatið, sko. Já. Þú veist það, já. okay. En þið þurfa að þræðu til að fara í rauninni bara rétt undir húðina. Sko, ég set ekki króka í fólk, sko. Nei. Það sem ég sá einmitt, já, það eru staðir hérna, til dæmis á, það er manneskjan finnur staðirna þar sem er góð húð, basically, til að nota. Sérst eitthvað sérfræðingur þarna. Já, og hann stingur gatar þar, sko. Já. Þú veist,
Hvernig verður sérfræðingur? Það er ekki svo þessi ráði lækna Tómas bara til að koma. Fólk lærir þetta bara af öðrum, sko. Já. Sem, þetta er náttúrulega, þú veist, þetta krókadót, sko, sem bæði við ekki endilega eitthvað BDSM-tengt. Þetta er búið til bara Já. 1000 ára eða eitthvað. Ég get alveg ímyndað mig líka bara eins og bindingar sé ekkert nefnilega kynferðislega, þú ert að læra alls konar hnúta og þú ert að gera alls konar. Þetta er bara listgrein í raun. Bindingar eru mitt svona aðal. En er það ekki líka bara eins og bara fólk sem fyrir á vikingaháttíðina í Hafnarfirði, skilu? Þetta er bara ákveðið svona listform. Jú, það getur verið bara sem vilt að það sé, sko. Já. Við ekki að ræða aðeins bindingarnar áður en við hættum. Já. Og veist, ég sá ekkert Jónin daginn, ég sá eitthvað myndband þar sem var eitthvað svona, þetta var eitthvað svona japanskt eitthvað, þú veist. Geðslega töff. Já, þú veist, ég man ekki hvort þú var með eitthvað silki eða kaðal eða eitthvað, eða bönd, þú veist, inn í svona japanskum húsi með svona rísveggjum og það var geggjutónlist og smá svona góla og þetta var allt eitthvað sjúklega flott, þetta var geðveikislega flott, Oh my god, ég fæ bara svona Já, og veist, og hnútarnir, þetta var allt bara, veist, þetta var bara, veist, það vissi upp á fucking hár hvað hann var að gera, sko. Já, en það þarf að vita hvað þú ert að gera, sko, af því að En þú ert búin að læra þetta? Já. Ég glemdi að setja símann og segja Já, Það er allt í lagi. Fólk er að bíða eftir þér. Já, allir til. Það er ekkert stress mín megin, sko. Nei. Hvað erum við komið langan tíma, Mikki? Já, við tökum kortir yfirbót. Þannig að, ég meina, þú veist, hvar lærður þetta? Fyrir ég man ekki, mörgum ár, ég man ekki hvað mörg ár. Það var námskeið hér á Íslandi sem að ég Það hefur verið haldið á einmitt. Já, Ná, ryggnámskeið einhver. já, það var bindingarnámskeið og ég hef alltaf haft áhuga á bindingum. Þannig að ég fór á það og þá semst bara svona kynntist ég þessu shibari, sem sagt, þessum japansku bindingum. Já. Og ég bara kólfjall fyrir þessu og er bara búin að vera alltaf að læra bara síðan. Já. Og hérna, Það er mjög flott myndefni sem kemur frá þér. Fólk getur farið inn á Varginju og skoða þetta, sko. já, Geggjaðar á myndir, Instagraminu. Á Instagraminu, sko. Já, þetta er mitt passion. Og fólk er hengt upp bara einhvern veginn, Já, þú veist, bara eins og okkur Svo harðfiskur. Já, eins og okkur harðfiskar, sko, og getur En ekki er einhverjum páranum En er þetta þá meira ekki kynferðisli hlutin fyrir þér kannski, bindingarnar? Eða bara bæði, alveg mikið? sko. Já, ok. bæði nota í kynlífi og ekki. Af því þetta er, þú veist, hérna, þú veist, fyrir mér þá, þú veist, þetta er list, þetta getur verið svona meditative, eða bara að hafa gaman með einhverjum, þetta skapa nánd, getur verið kynferðislegt og þú veist, þetta getur líka verið sadomasochisst. Líka að, þú veist, mér er gaman að svona challengea sjálfa mig, bara hvað þoli ég mikið, eða, þú veist, ég á að leika með einhver svona limit. Þú veist, Þetta getur verið, sko, þið vitið, sko, þú þekkir þetta nú, búin að eiga unga börn. Að, þú veist, út með barn sem er alveg trillt, skilur, þú veist, ég meina það sem var bara gert, það er bara vafið í getur bundið það bara. og bara, skilur, veist, Já, og það það er bara er bara svona púpu. tjóðrað, Já. skilur, Nei, ég og þekki þetta þetta hefur eitthvað með, þú veist, mörkin þeirra að gera. Þegar þú ert með svona lítinn óþroskaðan einstakling, þá bara einhvern veginn, þegar það er búið að bara þrengja bara að þeim, þá er búið að setja mörkin svo sjúklega á svo skýran hátt fyrir þeim, að þau finna fyrir öryggi og þau slaka á. Það einmitt Skilur, gerir, þannig að þetta hlýtur að vera eitthvað svoleiðis tengt að fólk, þú talar um meditativt ástand svo ferði í, ég meina það er verið að þrengja þannig að hressilega að þér og það er verið að setja mörkin bara alveg svo skýrt bara og bundið, sko. fólk náttúrulega fær rosalega misjæft út úr þessu, þú veist, ég fæ alls konar út úr þessu en svo einhver önnur mannski fær eitthvað allt annað út úr þessu, sko. Þannig að, en já, það er einmitt mjög gaman þegar fólk svona bráðnar í reipunum og það er bara eitthvað svona, Já. Hangir á lausu lofti. já, þess vegna, sko. Það er samt ekkert auðvelt að hanga, sko. Það er ekki. Nei, Svo það áreynslulaust getur um verið, þessar það getur myndir. verið mjög erfitt, sko. Lítur út áreynslaust. Já, lítur út fyrir að vera, en það er rosalega intense, sko. Já. En þú ert ekki hangandi í langan tíma, sko. En ert þú að taka að þér svona bindningar? Bara að bjóða þá, bara Já, getur fólk leita til þín og látið binda sig? Já, en ég er ekkert mikið í því að binda ókunnuga, sko. Nei. En ég, þú veist, ég hef ekki verið að bjóða upp á einhverju svona sér þjónustu bara að fá fólk heim til mín eða upp á vinnustofunum mín að binda það, sko. Nei.
en ég hef verið að taka að mér til dæmis að kenna pörum, það koma pör til mín og sem vilja læra þetta saman, þú veist, og það óslega skemmtilegt. Upp á vinnustofu, hvað fer fram þar? Er það bara... Ég er með stúdíó í Álafoss, á Álafossveginum í Mosó. Ég veit. Og, þú veist, og þetta er bara svona vinnustofa mín, þú veist, ég er að mála þar og binda, þú veist, allt spiritual drasl mitt þar. Þetta er svona vargin í hellirinn. Þetta er örvandi umhverfi. Ógeðslega næs, sko. Já, þetta getur verið svo alls konar. Mér finnst þessa bindinga mjög heillandi, sko. Ég hefði það kannski að koma með reipin og taka hennar bindingu. Þú ert nú með geggjaða hampreipið þarna, sko. Sér þetta ekki? Þetta er kannski ekki alveg málið, sko. Nei, en þetta er mjög næs. Já, þetta er geggjað, þetta er hampreipi. En þarna... Svo mjúk. Já, þetta er geggjað. Svona var þetta bara. In the old days. En þarna, þú ert með svona reipafettis. Ég sé það alveg bara lifnar yfir. Já, reipi er bara... Þetta er bara mitt passion og já, en þegar þú varst að tala áðan, sko, að binda þarna pungsekki og eitthvað svona, það alveg bara ég veit að hann fer bara inn þarna bara, þú veist það er bara eitthvað shutdown í gangi ég sá bara fyrir mér það voru hálftíma háka til að drefst allt og þú voru bara að kasta ég hef alveg gert þetta, sko. Það var mitt svona að gera einhverja bindingu utan tippið að punginu eitthvað, svo er maður kannski smá toga eða eitthvað. Finnst þér það gaman? Eða er þetta bara eitthvað svona hluta þessu öllu, skilja, er þetta eitthvað sem gerir eitthvað fyrir? Það sem er rosalega mikið í gangi á milli fólks eða er að leika BDSM-leiki, eitthvað sem það sás ekki sadomasochist eða ekki, þú veist, aksjónið, það sem er að gerast, það sem maður er að gera, þú veist, líkamennarnir er að gera, það er ekkert endilega alltaf heila máli, heldur það er tengingin svo ert að eiga í manneskjuna, þú veist, eins og fyrir mér, þú veist, það sem að ég fæ, það þó að mér finnst gaman að meiða mannesku, ef ég er að flengja mannesku eða pynta mannesku eða eitthvað, það er ekki eitthvað því að ég er eitthvað, mér er gaman að vera vond við fólk og mér er gaman að meiða það, heldur, það sem að ég er að fá út úr því er að ég er að sjá og ég veit að hinni manneskunni, henni er að líða vel og hún er að fíla þetta og það gefur mér að því ég er að láta hana líða vel með dótinu sem ég er að gera og það er ógeðslega fallegt. Þetta er bara, út að lýsa bara samkennd þarna. Já, bara pjúra samkennd. Já, og þú veist í gegnum sársauka. Já. Þú veist, og mér finnst ógeðslega fallegt að þessi manneskja er að treysta mér fyrir að gera einhverja, þú veist, craziness. Það er verið að manneskjan er að treysta mér fyrir að vera bara að stinga nálar í gerfustuna eða eitthvað, eða að vera að meiða sig eða gera þessa hluti sem hún fílar og það er ógeðslega fallegt og það er ógeðslega sterkt og þú veist, þetta er ógeðslega mikið, þú veist, jú, það eru valdaskipti en það er líka, þú veist, það er verið að leika með tilfinningar og það er verið að skoða tilfinningar, þú veist, sem maður fær og bara, þetta er svo mikið, sko. Því að, við hefum þurft að hafa þáttinn 2 klukktíma, sko. Já, þetta er mjög, mjög áhugavert. En þú getur bara komið aftur, það er ekki flóknir en það. Það er ekki fyrsta skipti sem að aðili kemur hingað aftur. Nei. Það eru nokkrir sem hafa komið. Það eru nokkrir 2 mér segja 3 sumir. Já. En það er mikið að ræða. En já, þetta er rosalega stórt og vítt breytt umræðefni BDSM og af því að þetta er svo mikið og þetta er ekki bara þessi eina mynd sem að flest fólk hefur. Nei, ég held að sé nokkuð ljós. BDSM getur verið röff og hart og sálsökufullt og blóðugt og svona kaotískt en það getur líka verið ógeðslega fallegt, mjúkt og náið, ógeðslega mikil ást og þú veist bara svona Hvað á þá fólk sem er að hlusta og er telur sig vera annarkvort BDSM hneitt eða hefur áhuga að skoða þetta eitthvað annað, hvert á það að fara? Leita? Hvað get ég gert, skilur? Það getur til dæmis skoða BDSM á Íslandi síðuna, ég held að það sé bdsm.is og það er náttúrulega bara síðan hjá BDSM félaginu, það er smá svona fræðsla og upplýsingar auglýstir hittingar og já, það er allt svona það er með, hér eru ívendar sem er í gangi og bla bla og svo
smá BDSM líka og ég myndi líka bara fara á netið og bara, þú veist, ekki skoða klám til að fá fræðslu heldur, þú veist. Nei, nú er maður kannski að tala bara skoða bara hvað BDSM, hvað á baku það. Þú veist, og hvernig getur stundað örugt BDSM. Þú veist, það eru svona keywords, það er bara meðvitað, samþykki, öryggi, samskipti, þú veist, þetta er bara svona, þetta eru, hvað heitir þetta, hugtök eða orð sem að bara, maður er alltaf að hamra á, sko. Já, ætti bara að viðar, fólk getur lært hellinga því, alls konar gildi í þessu sem að eiga heima viða. Já. Geggja maður. Geðvikt. Þetta voru bara held ég fín loka orð. Ég verð ekki til í að... Ég er með tennisólbúa, ég er búin að svipa svo mikið, sko. Ertu búinn? Nei, ég er bara með tennisólbúa, ég fann Já, núna bara Ég kennst ekki á hittinginu eftir, sko. Nei, ok, ég er að fara að slá eitthvað dót niður. Munið eftir þættunum hana í Klón, þátturinn. Það var svo fyndið. Þegar hann var að leika sig með svipuna á jóladag eða eitthvað. Og það var hann manneskja í hjólastól bak við hann sem hafði fengið hann alltaf í sig. Hún var alveg lömuð, sko. Og hún var alveg bara hérna framan í og setti jóla sinna skeggið á. Það var svo súrrealísk Þetta er örugglega sena, fyndasta sko. klánatriðið. Oh my god. Þú hefur gaman að því. Þetta er geggja. Þetta er æði. Bara, takk fyrir að mæta. Skemmtilega Takk fyrir eftir. að bjóða Það mér. er frábært þarna kvöld á eftir og vonandi og með þér eitthvað með afvirðingu Já, nokkulega. eða verður meitt. Heyrðu, allavega, og við sjáumst aftur. Geðvikt. Ég ætla að lesa smá texta sem við erum búin að flytja í lok þáttarins. Ég skal reyna að vera svolítið snöggur að þessu. Þetta er bara 2 A4 Ekkert blaðsíður. stress. Þetta er bara, þetta er Allir fróðlegt. passíusálmanir. Þetta er sem sagt, okkar helsti og dyggasti styrktaraðili til margra daga, það eru betri dagar. Betri dagar, já til margra ára fyrir ekki. Betri dagar selja vítamin og fæðubótarefni í hæðsta gæðaflokki, betri dagar en netverslun og hefðbundin verslun sem selur bætiefni, snirtu, vörur í hágæðum. Það eru live extension, það notar aðeins bestu mögulegu innihaldsefni sem fengin eru víða úr heiminum og 99% af vörunum eru framleiddar í Bandaríkjunum. Gæðaeftirlitið er í hæðsta gæðaflokki og gagnsæi er eitthvað sem þú getur treyst á. Auk vítamína og betri daga, þá sem sagt, auk vítamína selja betri dagar einnig vönduðustu CBD-vörur sem fálegar er á Íslandi. Sjálfur hef ég notað í nokkur ár frá þeim þetta CBD-pastin, og þú getur kannski fengið eitthvað að þú ferð, langar í. Hvað er þetta, segir Þetta er 50% CBD-paste. Cock and ball paste. Trottu síðana. Hvað, er ég að fara í einhverju vímu? Nei. Tekur þetta smá þetta og setur undir tungu. Já, þessar vörur, þessar CBD-vörur, þetta er að vandaðasta... Þetta undir tunguna? Já. Já, bara henni kringu tunguna. Já, bara uppið. Þetta er vandaðasta CBD á Íslandi. Svefngæðin hafa aukist til muna, bólgur í líkama eru horfnar og sem sagt þá hurfu stóðkerfisverkir og húð og hár, allt verður betra og skilvirkara með heilnæmu CBD. Verslunin er opinn milli 11 og 16 allar virka daga og staðsett í Urriðaholtsstræti 24. Einnig er þetta versla í netverslun. Afsláttarkóðinn Þvottahúsið gefur ykkur 15% afslátt á öllum þeim vörum sem ekki eru afslætti fyrir. Takk fyrir það, betri dagar. Svo er það Andri, Æsland, umbreytandi vellíðunar og heilsuþjálfunarstöð þar sem áherslan er lögð á að miðla ávinningi, kuldameðferðar, öndunaræfinga, hugar, orku, hreyfingar og annara sannreinda mind-body aðferða. Eftir að hafa notið innblástus af beinni kennslu frá heimsþekktum höfundum, þjálfurum og kennurum og sviði mind-body tækninnar hefur Andri orðið að helsta úrræði þeirra sem sækjast eftir umbreytandi þjálfunar og upplifun sem á sér enga líka. Það er einfaldlega eitthvað algjörlega einstakt sem fólk upplifir það að dýpka skilning sinn á öndun, ögra gömlum skoðanamunstrum og fara ofan í ískalt vatn. Þetta er einföld leið til þess að endur uppgöta getu sína til að ná stjórn á sjálfvirkum streituviðbrögðum og læra að vera í lagi sama hvað. Þetta er eins og að læra að finna innri kyrrð í auga stormsins. Og síðast en ekki síst, það er mitt uppáhald hérna, en það er í háður sánunni, það er fargufan. Þetta er semst tildulega nýr styrktaraðili. Þetta er semst einstakt fyrirbæri. Hjólís á 2 stöðum í borginni.
þar sem hjólusum hefur verið breytt í viðarkynntar ofur sánur. Inn á farguan.is er hægt að skrá sig og negla föst pláss í klukkutíma langa sánur sem stjórnað af gúsmeisturum. Ferlun er skipt upp í 3 lotur í góðum hita, raka, ilm og ljúfri tónlist og milli lotna er svo kæling, það er semst farið út í sjó. Vagnarnir, þeir standa sérst við Atlantshafið og því tilvalið að kæla í sjónum. Hægt er að kaupa staka tíma en einnig býður farguan upp á klippikort. Við hérna í Alkasti Þvottahússins mælum með að þið farið inn á heimasíðu Betri daga, Andri Æsland og farguvan.is. Og einnig viljum við minna fólk á að subscribe eða follow á streymisveitum eins og YouTube og Spotify og svoleiðis. Og einnig má finna okkur á Facebook og Instagram undir Þvottahúsið. Varginja, takk fyrir kvöldið. Takk fyrir að bjóða mér. Takk.